Komið sæl, það eru reynsluboltarnir sem að heilsa. Ég er með góða gesti núna og það er Guðrún Alda Harðardóttir, leikskóla og háskólakennari. Er það ekki? Já. Ómar Aldursson blaðamaður. Oddný Harðardóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra og Þorsteinn Sæmundsson, fyrrverandi alþingismaður. Þið eru allir velkomin. Takk. Mér finnst að við þurfum að byrja á máli Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Þetta er svona mál sem að fer mjög hátt núna. Ég var á móti því að kalla konuna undir morgunblaðsklukkunni uppljóstrara. Hvað segir þú um það? Finnst þér? Mér finnst þetta allt saman alveg stórundarlegt. Ég sé ekki hvaða máli það skiptir með hverjum hún átti barnið eða hjá hverjum hún svaf þegar hún var ungkona. Ég bara sé ekki þetta að manni komið þetta yfirleitt við. Nei. Já, og það er ekki vont að vita því. Það er eitthvað sem varðar mann bara ekki dum. Já, mér kemur þetta ekkert við. Nei. En hún hefur sjálfsagt átt í ýmsum svona sálarvanda miklu fyrr á ævin fyrir 35-40 árum eða hvernig þetta var. Já. Og er það bara ekki ágætt. Hún er bara, þetta er hennar mál algjörlega. Já, ég er mikið samræður. Mér var það ekkert um þetta. En það sem mér finnst alvarlegt í málinu, það er meðferð hvernig Ríkisútvarpið, sem sagt, ef við segjum í speglinum fyrsta fréttin, að þá er þarna ráðherra, nafngreindur og hún sem sagt er vænd að hafa framið glæp, sem er ekki fótu fyrir. Þetta finnst mér mjög alvarlegt sem Ríkisútvarpið þarf að horfast augu við. En við erum ekki alltaf að gera það. Við sáum Silfrinu í fyrrakvöld. Nákvæmlega. Og þá Helgi Seljan sagði þarna, í Silfrinu fannst mér nú falla mjög á Silfrið. Það var bara alveg svart. Já, það voru nokkri sem segja það, já. Og Helgi Seljan sagði að þá var hann að tala um stjórnmálafólk. Að það væri samsagt að maður hlyti að geta gert þær kröfur til góðra vinnubragða hjá stjórnmálafólki og maður ætti að gera það. En ég segi þetta varðandi fjölmiðla. Já. Maður á að geta gert kröfur. Já. Og mér skilst að í síðanefnd blaðamanna að þar sé ekki hægt að taka fyrir svona mál nema að það kæri sem sagt einhver hlutaðeigandi kæri. Já, það er hún sem sagt Ásthildur Lóa. Já, hún eða sonur hennar og ég ætla bara að vona að þau geri það. Það vona ég. Þarna mistum við góðan ráðherra. Já, þetta er mjög töff og gerist hratt. Já, en ég er þeirra skoðunar að það hafi verið hárrétt ákvörðun hjá henni að segja af sér. Af því hún fór? Vegna þess að mennta- og barnamálaráðherra er æðsti embættismaður yfir málefnum barna á Íslandi. Á að sjá til þess að menntunin sé tryggð og allur aðbúnaður, velferð barna, vinnur með mál sem varða ofbeldi gegn barnum og svo framvegis. Mér finnst það mikilvægt að þetta sé í forgrunni. Það er að segja þessu mikilvægi og viðkvæmi málaflokkur og það megi ekki allt snúast bara um persónuna sem að sinnir embættinu. Og stjórnmálumenn eiga fátt annað en traust og trúverðarleika. Og þegar að fellur á það í þessu embætti, og ég held að Ásthildur Lóa hafi bara átt að segja á því að þetta gæti ekki gengið. Og þess vegna fannst mér það virðingavert og rétt ákvörðun hjá henni að segja af sér. Hún myndi ekki yfirsetja málaflokkin? Já, af því þetta hefði aldrei verið látið vera. Og það er bara þannig, Nei, það væri skrattast í þessu langt fram á næstu öld ef hún hefði ekki farið frá. En mér finnst hún þurfi ekki að segja af sér sem alþingismaður og hún hefði geta verið næstu því hvaða ráðherra. Já, hún hefði alveg geta verið innviðaráðherra. Ég veit ekki hvort hún geti verið dómsmálaráðherra eftir það sem hún sagði um dómskerfið. Nei. En bara þetta ráðuneyti
með þessi viðkvæmi og mikilvægu verkefni sem að snúa velferð barna og menntun þeirra, þá gat hún ekki verið annars. Þannig að mannorð hennar var sært bara að ósíkju. Já, Máli var það lítið. þú hugsar, þú veist, ég viðurkenni það alveg að þegar ég heyrði þetta, þá hugsaði ég barnabarn mitt sem 15 ára. Þú veist, að fólk setur þetta í samhengi við nútímann þó þetta hafi gerst fyrir þetta löngu síðan. Og það auðvitað alltaf valda ójafnvægi á milli barna og fullorðina. Það var það þá og það það núna. Jú, en það var tekið fram að hún hafi verið leiðbeinandi, sem sagt verið í yfirstöðu og það var ekki. Það fannst mér skipta máli. En svo auðvitað fréttaflutningurinn annað mál. En hún auðvitað búin að segja af sér embætti áður nú fyrir viðtalið og áður en búin að ákveða að gera það áður en að fréttin kemur. Nei, ekki, þegar spegillin kemur, það áður nú fyrir viðtalið. Það áður viðtalið birtist í allavega. Já, en hún búin að ákveða þegar hún fer á þessum tíma að segja af sér. Þannig að en auðvitað eigum við að gera ríkar kröfur til almanna útvarpsins. En ég get ekki dæmt það. Hérna, hvernig fréttaflutningurinn var og það verður sjálfsagt skoðað. Ég fór alveg bara skrifa bara frá orði til orðs og þetta vinnubröðin ekki bjóðandi. Já. En auðvitað hefði, skiptir það kannski einhverju máli fyrir einhverja, hvort hann var leiðbeinandi eða ekki, en í rauninni þá valda ójafnvægi til staðar út af aldursmun. Þorsteinn, þú hefur eitthvað til málan ekki að? Já, fyrst af öllu þá vil ég nú bara segja það að ég finn bara rosalega mikið til með henni og hennar fjölskyldu og það eitt sem að fólk áttar sér stundum ekki á, að þeir sem í stjórnmálum eru kannski búin að koma sér upp brynju þó að það hafi nú greinilega komið skarð í hana við þetta sem ekki undarlegt, en fólkið sem stendur á bakvið hana, fjölskyldan, örugglega í miklum sárum. Ég vona hins vegar að hún komi tilbaka sem þingmaður, að ég ekki viss hún gerir það. Vegna þess að ef við horfum á tímalínuna, hún segir af sér í kjölfar 3 tíma fundar með formönnum stjórnarflokkana. Það segir mér að fyrst hún gerði það, þá naut hún ekki skilyrðislaust trausts þeirra. Það alvarlegt mál fyrst mér. Og ef að mál af þessum toga eða svona svipuðum kemur upp, þá hefur yfirleitt verið fyrsta reglan það að fólk stendur með sínu fólki. Þó það gangi ekki fram og hérna, hvað ég segja, afsaki eða taki undir með því sem gerst hefur, þá stendur það með sínu fólki. Þarna var greinilegt að hún átti ekki stuðning þess að tryggja stjórnar flokkaformanna og þess vegna vona ég að hún komi tilbaka aftur sem þingmaður ef hún getur treyst sér til þess að vinna með fólki sem greinilega treysti henni ekki þá fullkomlega og var ekki sér tilbúið í að verja hana. Síðan hitt að ég verða að viðurkenna það og ég nú ekki í vinafélagi RÚV og við verðum að gáfa því líka RÚV ekki stofnun. Það mikið á reiki. RÚV opinbert hlutafélag, stjórnskipulegu bastarður og við höfum fleiri slíka. Ísafía, Póstinn og svo framvegis. Virkar alls ekki. Og að þessi fjölmiðill sem við getum alveg bara fullir stærsti fjölmiðill á Íslandi, hann tekur allavega til sín örgulega mesta peningar sem til eru í fjölmiðlaheiminum á Íslandi og að fréttastofa, opinber fréttastofa, því hún það þó félagi sé ekki stofnun, skuli koma fram með eins óvöndu vinnubröðu sem þarna var, finnst mér algjörlega forkastanlegt. Og nú verður maður að spyrja, ég ekki bjartsýnn á að RÚV hóst upp afsökunarbeiðni eða einhverju eftir þetta silfur, þar sem menn voru að þvo hendurnar hver og öðrum í mesta bróðurni. Ég er ekki viss að það gerist. Ég hins vegar forvitin að vita hvort að þetta mál og eins og það var sett fram hafi einhverjar afleiðingar fyrir til dæmis þá fréttamenn sem stóðu að því að byggja fréttina. Já, en við vitum það nú blaðamennin að betra fara með enga fréttina ranga og þegar þetta svona mál þá verður þetta að vera alveg geirnelt. Ég ímynda mér að Moggin vissi það og RÚV vissi það, hann bara kapplup
skúpið. Já, þetta virkar svolítið svolítið. En ég er ekki alveg sko á því að hérna þær Valkyrju fóringjarnir, þær 3 ár, hafi ekki sko staðið með henni. Þetta virkar ekki á mig eins og þær hafi vantraustinni. Þær hafa, finnst mér, allar talað af sko hógværð og skynsemi og þetta er þetta vandræðilegt mál. Alveg sérstaklega. Já, fyrir alla. Já. En nei, mér finnst þær hafa staðið sér nokkuð vel sko. Já. En ég skil vel að hún vilji nú komast í svolítið frí sko. Já, ég skil, hún var alveg niður brosin. Sleikja sárin. Já. Nei, maður aðeins bæta við, sko, sú var tíðin á Íslandi að stjórnmálafólk, eða stjórnmálamenn og konur sögðu helst ekki af sér, bara alveg sama hvað. Og við erum með dæmi um ráðherra í ríkisstjórnum Íslands í gegnum tíðina, þannig að sko íþrótt að brjóta jafnréttislög, við höfum 2 eða 3 sem hafa gert það, skipulagslög og svo framvegis, með sem hæstaréttardómi og með segið ekki af sér og konur. Núna aftur á móti upp á síðkastið er þetta orðið meiri krafa og út af því að það er alveg hárrétt í teku undir það sem Ómar sagði, sko ég ber virðingu fyrir ákvörðun Ásthildar-Lóu og byrði ekki hún meiri maður eftir en áður að gera þetta, en henni var náttúrulega hendur í strætóin. Það er náttúrulega alveg klárt. En sko við höfum dæmi af því að mál sem kom upp, menn segja á sér, málun er ekki lokið. Það er tölnast á málum alveg endalaust út í allt. Já, það er byrjað, sko. Já, en ég segi bara við höfum dæmi úr fortíðinni það. Mér er minnistæðist afsögn Guðmundar Árna. Þegar hann, sem sagt, braut engin lög, en hann sagði bara að vegna þess hvað hann var umdeildur maður, þá myndi hann kasta sko rýrið á verkefni ráðuneytisins. Og er betur hann færi og félagsmálaráðuneyti gæti þá starfað með eðlilegum hætti. Það svipa sem Ásthildur-Lóa gerir. Já. Tekur þessa ákvörðun. Og ég held ekki síst eftir það að hún í taugaáfalli hefur samband við þessa konu og fer heim til hennar. Hún eflaust gerði sig grein fyrir því að þarna var. Að þarna fór hún niðurstrikið. Sér á þeirra. Já, hún gerði það. Jó, hún hefur eflaust gerði sig grein fyrir því. Það er hvað gerir fólk í örvæntingu. Er ég að gefa henni það aðeins. Það er svona hartaðinni sótt og hún reynir að verjast meðan að hún taldi það hægt. En svo er það þríminningarna Valkyrjurnar, það er þetta rétt hjá þeim að láta þetta spila svona, áttu þær ekki að koma fram bara meðin eða hvað? Ég má byrja, mér finnst það og ég segi jú, þær töluða yfirvögun og allt það, en það var, ég leitaði eftir því í öllum þeirra yfirlýsingum sem komu fram, eftir einhverjum stuðningi við Ásthildur-Lóu, sem kom ekki. Inga sagði að hún væri niðurbrotin út af þessu og þetta er dægilega leitt og eitthvað svona og sagði eftir henni. Jú, og bæri virðingu fyrir ákvörðun. Jú, rétt, en það kom hvergi fram sem sagt, fannst mér einhver svona stuðningur við hana, þú veist. Já, ég er sammála. Og ég tek undir allt sem að þú sagði ráðan, Guðrún, að þetta er sko, þetta er svona röð af hlutum, það er búið að fella, sko, íta öllu út það sem að henni var brigslað að hafa brotið lög. Það er út af borðinu. Bara tómt píp. Það eina sem eftir stendur sem hugsanlega má herma upp á hana og eins og ég segi, konan er skiljanlega ekki alveg í jafnvægi að það er að hún skulle heimsækja þann sem að blési í flautuna og ég eins og það hvað kom henni þetta við? Sko? Já, svo er það. Tengdamömmunni. Fyrirverandi. Fyrirverandi. Ég var að hana þetta. Og Áslaug Arna vissi þetta líka, sko. Já, sko, þá byrja mér náttúrulega að búa til sko samsæriskenningar. Já, það er engin vand úr þessu. Nei, ég segi það. Nei, þau erum ekki leika okkur bara til þess, það er bara, en við skulum sleppa því. En eigum þá að arftækin hennar, Guðmundur Ingi Kristinsson, sem að ég hef fylgst mjög vel með á þingi og svona skil hann mjög vel. En svo fyrsta embættisverkið hans er að flytja ræðu á ensku.
og þá fyllist Facebookin að púum þar til að menn fór að taka upp hanska fyrir Guðmund, eða fólk fór að taka upp hanska fyrir Guðmund. En var þetta óþarfi hjá hann? Maður koma sér í þessa klípu, átti hann að tala íslensku? Hvað segir þið? Já, sko, mér finnst hann hefði alveg átt að tala bara íslensku og stoltur á sínu máli og fá bara túlk. Af því að það er alltaf öðru vísi að tala sitt mál heldur en aðra tungu. Maður þarf að vera nokkuð góður í málinu til þess að ná sömu gæðum. Já, mér finnst það, en mér finnst hann ekki þurfa að skamma sín fyrir það. Nei, en það gera það ekki. Nei, ég hef ekki heyrt þessa ræðu, sko, hef mistað því. En já, auðvitað hann átt að tala íslensku. En það eru fordæmi fyrir því. Já, menn gera alls konar, sko, glóríur þegar þeir eru óvanir í djópi, sko. Og það er svo það sem hefur verið með hann, sko. Hann er bara ekki með nógu góða ráðgjafa, sko. Akkurat. Fólk átt að setjast niður með hann, þetta er hans fyrsta embættisverk, svona ofinberlega þegar allan myndavélar á honum og hann átt að fá betri ráð og við bara, það er engin skam að því að tala bara íslensku og svo er hann hugsa með sér, kannski ég með skrifa að ræðu, þetta verður allt í lagi, en svo er hann bara stressaður og það fer eitthvað úrskeiðis og hann hefði ekki átt að taka ná sér upp á teinan aftur, sko. Hann átti ekki að taka séns á þessu en þetta er ekkert hræðilegt, þetta er ekki stór mál. En svo var líka umræðan á netinu var, sko, hvað þarf fólk að uppfylla til að geta ráðherrar, sko. Já. Má hann ekki hafa, sko, hvað var hann? Hann verslunarstörfin, svo sumir hann lærðu smiður ef ég maður rétt. Og þá er spurningin, sko, hvenær var þetta tekið síðast fyrir saman? Nú er ég að tala þetta minni. Það var örugglega á þinginu 2021 til 5. Ég held að 17-18% þingmanna hafi verið lögfræðingar og þar af einhver 10% eða 13% í einum og sama flokknum. Og spurningin er, sko, ef ég mætti kvarta yfir samsetningur á þinginu, mér minnir að sé engin sjómaður þar nema segur hún núna nafnið inn fyrir norðan. Það eru allar sé einn bóndi eða tveir, ég man það ekki. Þórarinn þannig að, sko, ég meina sterkur iðnaðarmaður Júlaksins núna, það er búið að vera hann Þórður Snæbjarnarsson, er það ekki? Já, Kristján Þórður. Fyrirhundi formaður Rafina. Já, ég segi það. Loksins kom öflugur iðnaðarmaður. Nú, Guðmundur er það líka, hann er trésmiður ef ég man rétt. Sko, þegar ég settist á þing, sko, á sínu tíma, ég var 59 ára gamall. Hefði ekki viljað byrja að degi fyrr. Og þegar ég var að pæli því, afsakið ég skulle tala sjálf á mig, það er ekki gott. Þá hugsaði ég með mér, hvað hefði við fram að fara? Ég er ekki með stóra hefðbundna menntun. Ég er ekki með BA-próf og því sögðu master. Ég er með nokkra diplómur utan úr háskóla, en það sem ég lagði til með sjálfum mér á sínum tíma, það var reynsla og lífsreynsla. Og á þeim tíma, og takiði nú eftir, sko, hvort er ásættanlegra eða æskilegra að hafa fólk í þarna í störfum, hvort sem eru ráðherrar eða þingmenn, sem búa yfir reynslu, lífsreynslu. Við höfum aldrei að fólki á þinginu sem ég held að hafi aldrei sótt starf á æfinni og aldrei gengt starfi til dæmis bara í engageirunum eða atvinnulífinu áður en það fór inn á þing. Er það æskilegt? Ekkert rosa. Nei. Fyrirverandi ráðherra. Já, svo erum við fyrirverandi ráðherra og þingmann. Hvað varstu lengi að þingi? Tæp 16 ár. Tæp 16 ár? Ég var 52. Já. En þú varst nú búin að vera í pólitík áður? Já, ég var í bæjarstjórn í Garðinum og var bæjarstjóri í 3 ár, sko. Svo hrundi allt saman og ég fór í prófkjör hjá Samfylkingunni, gekk í Samfylkinguna 2009. Já. Er ekki svona eiginlega lágmarka fólk sé einhvers þar í kringum 50 þegar það fer inn á því? Það svona hefur það... Nei, yngri mig nú eiga málsara. Það er góða blöndu, ég held það. Það skiptir mála að vera með góða blöndu. Já. En það er engin gaman sem er komin á eftirlaunaldur eitthvað. Núna,
Já. Það var talað um einhverja konu í flokki fólksins sem ég man ekki hvað heitir. Já. Að hún væri elsti Ég sé alveg fyrir þingmaðurinn. mér, já. Hún hefur Man ekki líklega, nafnið. að því ég komst ekki inn þá hefur hún líklega haft það af mér. Já. En bara gott er hana. En hérna, ég er sammála Ómarið að þarf að vera blanda og góð blanda en hérna, það var þú sem sagði það, var það ekki, fyrir ekki að hérna, og ekki er ég á móti því að ungt fólk hafi ábyrgð, það síðan er svo, en hérna, ég held að það sé augljós kostur að fólk hafi einhverja reynslu úr atvinnulífi og bara einhverja lífsreynslu. Ég meina að maður er ekki sami maður en 50 og 30. Nei. Þá var eitthvað sagði Muhammad Ali, ef maður er á sama stað 50 og 30. Ekki frekar en ástalóða. Ætlaði að fara að segja. Akkurat. Sko, málmálanar núna, það eru veiðigjöldin. Já. Honni, þetta er hérna tvöföldun frá því í fyrra. Já, þetta er í rauninni, þetta er engin kerfisbreyting. Það er bara viðmiðunarverðið sem er hérna, tengt við markað, annars vegar í Noregi og hins vegar hér. Og ég held að það sé bara leiðrétting sem var nauðsynleg, sko. Það hefur engin svona utanakomandi held ég, eða fáir verið sáttir við það að miða væri við verð sem að útgerðarmennirnir ákveða sjálfur sín á milli. Nei. Með beinni sölu. Bara, til sjálfsins. Já, og þannig að þetta er bara, það er engin kerfisbreyting, það er ekki breyting á formúlunni sem að undir er. Það er bara verið að miða við markaðsverð og mér finnst það gott skref. En núna þegar þeir verjast og segja bara vinnslan fer úr landi, það hlýtur þetta takmarka hvað mikið á óunni fiski megi fara úr landi. Já, og Íslendingar eiga fiskvinnslur bæði í Pólland og Þýskalandi og þegar sko. Ég veit ekki hvort þeir hafa farið út af þessum veiðigjaldi sem nú er. Ég efast það. En hérna, ég held að það sé ekkert meiri hætta á því við þetta og það er ágætlega farið yfir þetta mál í greinargerð með frumvarpinu. Farið bara yfir hver staðan er í sjávarútvegi og stórútgerðirnar bara mala gull og þannig er það. Það er ekki ræða alveg nóg sko eins og þetta er. Já, og munu gera eftir hérna þessa breytingu. Minka kannski bara arðin svolítið. En arðurinn sko, já, hann fer niður í 20%, það sem er svona venjulegt fyrirtæki er í 9% hlutfallið. Þannig að eins og ég held að það hafi verið atvinnuvegaráðherrann sem sagði þeir fara úr 95 milljörðum í 85. Hræðilegt. Það var ebitan. Já, ebitan. Þannig að hérna, en mér langar samt sko að því að ég segi að þetta er skref. Ég held að verði aldrei sátt um þetta stjórnunarkerfi allt saman og útreikninga fyrir en við bjóðum út. Tökum afturköllum, innköllum á bara hóflegan hluta og bjóðum út á hverju ári og gerum tímabundna samninga. Því að við, sko núna er veiðigjaldi fyrir þorsk 29 krónur tæpar á kíló og fer þá upp í 46 krónur við þessa breytingu. En þegar að útgerðarmenn er að leigja sín á milli, þá leigja þeir kílóið á 480 krónur. Er það leiga? Er það ekki sal? Er það leiga? Jú, eða þú veist, það er bara, þú kaupar það, það er ekki kaup, þú leigir bara í ákveðin tíma. Landssamband smábáta eigenda hefur boðist til að borga 100 kall á þorskkílóið bara til að fá að komast inn og auka nýluðin í kerfinu. Kerfið er náttúrulega lokað í dag. Og samtök fiskframleiðenda og útflytjenda bjóðast til að borga 150 krónur fyrir kílóið. Þannig er verið að leggja til að það fari upp í 46 krónur tæpar. Mér finnst að það þurfi að fá svör við því hjá ráðherranum. Þú veist, hvernig er hægt að neita svona tilbúðum? Af hverju á ekki að gera neitt annað en þetta? Er þetta skref eins og mér finnst það ætti að vera? Eða ætlum við aðeins að skoða auðlindamálun okkar bara í heild? Og hérna, að því við erum við svo margt undir. Og við erum alltaf bregðast við. Og svo þegar loksins við áttum okkur á því að það hefur verið að hlunnfara okkur
illilega að þá allt orðið með seinan og allt orðið erfitt sko. Þetta á við vindinn og fiskaldið og allt mögulegt sko. Og raforkuna. Við gætum ekki að okkur. En við þurfum að gera það. Hvað segirðu? Grátkórinn, hann byrjaður. Já. Hann náttúrulega... Grátt allir í kór núna. Já. En það bara, nú finnst mér mikilvægt að stjórnmálamenn sem að styðja þessa ríkisstjórn standi í lappirnar. Því að þetta bara, það sér hver maður að þetta sanngjarnt. Auðvitað átt ekki miða við verð sem að þeir ákveða sjálfur sem að þurfa að borga. Þannig að það lágmark að miða við markaðsverð, en síðan held ég að það verði áfram deilt hvort þetta voru 33% eða þetta hitt á að vera inn í reikniformúlunni. Hefur þú trú á því að stjórnarliðið standi við þetta, standa baki sínu ráðherra í þessu? Það vona ég. Og ég held þessi skilningur meðal almennings á þessu. Það að hefjast íslensk páskastríð. Við fórum náttúrulega í gegnum þetta þegar við hækkuðum veiðigjaldið í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Það varð allt brjálað. Flotunum var siglt í land. Já, mikið er. Og þeir komu á rútum sko, á Austurvöll til að mótmæla þá. Og mörg fiskiskip komu til Reykjavíkur með sínar áhafnir. Já, og þá var að vísu önnur reikniregla undir og það var talað um auðlindarentuna og ákveðin hluta af henni. Og fyrsta verk nýrra ríkisstjórnar 2013, sumarið 2013 var að lækka veiðigjaldið aftur. En nú þessi ríkisstjórn hins vegar, þessi flokkar allir þrír lofuðu því að taka á þessu máli. Og ef að maður skoða bara kannanir þegar fólk spurt út í kvótakerfið og veiðigjöldin og arðin á auðlindinni sem að gangað í ríkissjóð, þá næstu allir sem segir þetta ekki sanngjarnt, það eitthvað sama við þetta, við þurfum að skera þetta upp. Og það að gera þessa breytingu, að miða við markaðsverð, bara frábært skref sem ég vona að verði sannarlega tekið. Það ekki eins og þessi arður fari allur beint tilbaka inn í greinina. Með þessi menn að fjárfæst í öllu skrattanum sko hinga og þangað veröldina. Bæðir heim og erlendis. Og alveg stórkostlega sko. Já, það nóg til sko. Ég sagði nú í Vestmannaeyingar þegar ég var þar að ef að væri ekki til rafpeningar eins og við erum með núna, að það kæmi alltaf þegar Herjólfur er að fara, kæmi alltaf bretti að 5.000 kollum frá Ísfélaginu til að flytja upp á land, til að fara að kaupa majónes og fleira. Þá bryðið með sæju peningana að fara. Ég held það. Já, sko, ég ekki búin að lesa þetta frumvarp, tekka skýrt fram. En að því að Oddný segir lækka 2013 þá var gerð breyting. Og hún fólst í því að menn ætluðu sér að reyna á því að stærri útgerðir borguðu meiri þátt í veiðigjaldinu heldur en áður. Þetta leiddi til þess að 10 stærstu fyrirtæki þá borguðu 75% öllu veiðigjaldi á Íslandi. Þessi breyting var þannig, ég man þetta miklu mótþróa, sérstaklega frá Vinstri grænum. Og formaður þeirra, ég held að hann hafi verið formaður en þá, sagði á sínu tíma, við vorum mjög að hnotabítast á þinginu og hann sagði við mig, ég held ég munið orðrétt og það þá að þetta bara flettis upp að því þetta tekið upp. Eiga það þeirra borga mest sem standar sér best. Einfalda svari var já. Ég hafði hins vegar þá trú persónulega og félaga mínir að þetta myndi komið veg fyrir samþjöppun í greininni. Það að segja að þeir sem bara gerðu hærri veiðigjöld væri þeir sem væri með stærstu útgerðirnar. Það rættist aldeilis ekki. Það var meiri samþjöppun á það eftir heldur en að ég bara man eftir. Og það mun gerast aftur núna, sjá þið sko. Og af því að menn að tala að þetta eru 10 milljarðar. Og ég líti á þetta fyrst og fremst svona sem ég myndi halda þetta skil í stjórnarflokkunum svona á mann, svona 1-2% í næstu skoðanakonum. Og mér finnst þetta þessi aðgerð svona eiginlega beinast að því. Mér finnst hún, og það á að keyra þetta í gegn núna á, hálfu mánuði, 3 vikum með samþjöppun í greininni segir þú meinar þá að þá eru það færri
Þetta kemst á færri hendur. Færri fyrirtæki. Já, og í það óttast ég núna aftur. En svo er aftur á móti að því að þegar við tölum stórútgerð, þá erum við, eftir að við tölum saman í gær, þá fór ég í mjög óvísindalega og hróðvirka könnun á eignarhaldi. Til dæmis fyrirtæki eins og Brim er 36% í eigu lífeyrissjóða. Hlutaféð í fyrirtækjunum öllum á landinu sem er á markaði í gær lækkaði 15 milljarða á einu degi. Við þessa tilkynningu. Það eru 3 fyrirtæki. Já, og 25% af eigu, segi ég, síldarvinnslunni er í eigu lífeyrissjóða. Það eru 3200 hlutafarar og þá þegar við förum að tala um hverjir eru kvótakóngar og eitthvað slíkt og ég tek að fram, ég er ekki að syngja einsög við grátkórin, það er ekki málið. Síðan kemur hitt. 10 milljarðar, menn eru rosa kátir. Þeir laga ekki fjárlagagati, fjárlög landsins eru 1500 milljarðar. Hvað kemur í staðinn? Þessi 10 milljarðar kom einhver stað niður og menn segja, menn eiga 82 milljarðar eftir. Þessi 10 milljarðar sem voru þarna minnkaðir, það var greiddur að tekjuskattur. Það fór að hluta til í arð til hlutafa. Það var greiddur á því fjármagnstekjuskattur, 22%. Þannig að ef ég man rétt, og ég held ég hef ekki að vera breytt, vatni bara leiðri til mig þá, ég held að það ekki búið að breyta því að veiðigjöld greidd séu frádráttabær frá tekjuskatti. Það var svo einu sinni. Og það þýddi það. Hærri veiðigjöld, lægri tekjuskattur. Þannig að ef að menn halda að það sé sama sem merki að þessari hækkun 10 milljarða að ríkissjóður fái 10 milljarða í sinn hlut, þá var það miskilningur. Það borgar sig ekki að vera aðeins meina. Ég meina, ef þú horfir á þessa hliðsjáðu, í eldgamla daga, þá sagði Steingrímur Hermannsson, þegar það var erfitt hjá honum, þá skammaði hann bankana. Og það alveg ruku vinsaldir hans upp, bara eins og ég veit ekki hvað. Og það er náttúrulega mjög, vinsælt á Íslandi að ráðast að þessari starfsgrein. Og málið er bara það að útgerð er ekki það sama. Og svo ég veit aftur í þessar 2013 reynslu, þá var þetta þannig að það voru svona fjölskyldufyrirtæki, stöndu fjölskyldufyrirtæki, og ég man eftir að við hittum nokkra eftir á búið að samþykkja þetta. Og eins og ég segi, við heldum að við verum búin að láta stóru kallana bera byrðarnar og hinn eru léttar undu og þeir byrjuðu strax og sagðu, við lifum þetta ekki af. Maður var náttúrulega bara hissa. Eins og ég segi, stöndu fyrirtæki með kannski svona 2-3 báta í rekstri. Þessi fyrirtæki sem við hittum hana voru á Suðurströndinni, Snæfellsnesi, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum. Öll þessi fyrirtæki voru seld af þessum sem töluðu við okkur. Þetta hafa örugglega verið svona 8-10 fyrirtæki, mjög stöndu eins og ég segi. Og þau segja að fóru öll undir hatt stærri útgerða. Þeir fengu þessu drjúan pening fyrir þessi fyrirtæki. Já, alveg eins og fólk fekk þegar Hagkaup var selt á sínu tíma, Það er alveg, alveg það sama ef þú selur góða bújörð, þá færðu fullt af peningum. En ég meina, og þá færðu líka peninga fyrir mjólkukvóta. Ég kemst aldrei hjá því að hugsa, þetta er fiskur í sjónum, ég á eitthvað í honum líka, bara því ég á heima hérna. Ég á eitthvað í þessu. Ég er sammálaður. Já, það er líka, það er sjálfur sér ekki mikill ágreiningur um það. En Oddný, þú vilt koma það? Já, það er alveg rétt að vera orðið mikið samþjöppun í greininni. Mjög. Og við höfum lögfest kvótaþak uppi 12%. Það megi enginn eiga meira en 12% og þess vegna skiptir svo miklu, og það hefur ekki verið gegnsætt og Fiskistofa hefur bara sagt við getum ekki fundið þetta út hver og hvað og en það er annað frumvarp í þinginu sem er tengda aðila og einmitt þess að auka gegnsæið svo að það sé hægt að sjá hver á hvað og þannig að 12% kvótaþaki verði virt sem á að vinna náttúrulega gegn samþjöppununni. Þannig að það er það sem að er gott að það skuli líka vera í leiðinni þetta gegnsæi sem að kallað hefur verið eftir. En það er samt þannig að auðlindarentan
þar að segja rentan sem kemur út af auðlindinni sérstaklega, þú ert búin að taka frá allt annað og svona venjulegan arð, þá hún var á árunum 2010 til 2020 519 miljardar króna. Þannig að það er það bil 52 milljónir á ári. Já. Miljardar, 52 miljardar á ári. Já. Og auðlindarentan, ef hún er ekki, hún bara fer í vasan á þeim sem hafa nýtingaréttin, nema við tökum fullt verð og látur renna í ríkissjóð. Og það er það sem við erum að reyna að gera núna, að það er að miða að leiðrétta verðið. Miða við markasverð. Láta ekki þá sem að borga gjaldið ákveða sjálfur hvað þeir eiga að borga. Þannig að og það er sanngjarnt. Og þess vegna finnst mér þetta sanngjarnt skref. Og það er auðvitað hægt að fara alls konar reikni aðferðir sem ég hef líka mjög gaman af og reikna út hver fær hvað þegar upp er staðið. En það sem að skiptir líka máli er að almenningur hafi það á tilfinningunni að það sé verið að stíga réttlátt skref. Og ég held að það sé það sem við verðum að gera núna. Og jafnvel, þó það verði ekki nákvæmlega 10 milljarðar eða 8 milljarðar sem að ganga í ríkissjóð, þá er það gott. Já, sko, það vil svo til, eins og ég segi, þegar ég fór í þessa óvísendalegu rannsókn mína, þá komst ég í upplýsingar frá einu fyrirtæki sem heitir Síldarvinnslan. Og frá 2014 hafa þeir hagnast 70 milljarða. Skattsporið á sama tíma eru 65 milljarðar. Fjárfesting 80 í skipum og búnaði. Þeir fjárfesti ekki í öðru utan greinarinnar. Þeir greitt út arð á þessum tíma á 2014 21 milljarð. 22% af því eru 4,5 milljarður í tekjuskatt í ríkissjóð, bara svo það sé sagt. Þannig er eitt fyrirtæki, í dreifðri eigu, 3.200 hluthafar og eins og ég segi aftur, það er til nefnilega félagslegt kerfi í sjávarútvegi sem ekki alveg grein fyrir. Það er þessi svokölluðu byggðapottar og svo framvegis. Og það er náttúrulega út af því að við erum held í öll sammála það að við viljum hafa allt landið í byggð eins og hægt er. En á einhverjum tímapunkti fyrir nokkrum árum síðan þá reiknuðum við út kostnaðin af veðmæti þessari byggðapotta sem ríkið heldur í. Það voru rúmir 8 milljarðar sem kostaði til þess að lappa upp á, og nú segi ég, nú erum menn að fá þetta 10 milljarðar í aukin veiðigjöld. Ég óttast að hluti af því fé farið til þess að bæta öðrum sem að fara að halloka, fara á hausinn eða selja sig út eða eitthvað, atvinnuleysi og eitthvað svona. Ég meina, sko, bara ég ætla að nefna einn stað, eða 2 ár réttara sagt, sem er í nágrenni við mig núna, því ég er daldið vestur á landi stundum núna, og ég hef farið mikið norður á strandir. Og Hólmavík til dæmis er núna orðin útvörður byggðar. Sko, hún var það ekki. Hún er núna útvörður byggðar. Og þar eru Vegurinn er ekki lengra meinar. Já, nei, ég meina, sko, þú veist, sko, fyrir norðan Hólmavík búa hugsanlega 100 manns, eða maður rétt. Þar af 36 í Árneshreppi. En Drangsnes er ekki? Drangsnes, jú, það er Drangsnes 200 manns. Á þessum tveim stöðum eru líklega 3 fyrirtæki sem halda uppi atvinnulífi. Og það varð uppi fótur og fyrt til dæmis á Hólmavík af því að menn lokuðu rækjuverksmiðjunni sem þar var. Og sem betur fer þá fóru menn til og settu þar upp saltfiskvinnslu, þannig að vinna einhverja 20 manna í þessu 300 manna byggðarlagi, hún fór ekki. En ég segi, sko, þetta, sko, staðin eins og þessi tveir eru til út allt land. Norðausturlandi, alls staðar. Já, en sko, þetta kvótakerfið og skiptingin á aflóknum er ekki bara Excel-skjal.
þetta líka sko tilfinning. Við höfum öll hérna geta nefnt dæmi eitthvað svona óhóf í sölu út úr kerfinu. Eitthvað stjarnfræðilegt og bara í gær, ef var ekki í gær, sem að lögreglan, húsæklögreglan keyrir austur á Kópasker að því að grásleppubátur var búinn að fara yfir kvóta sér, nú búið sér til kvóta og mikið minni heldur en þrefaldan sko afla. Já, eitthvað sem hann hafði alltaf veitt sko, en núna má hann bara veiða þriðjunga því sem hann áður gerði og þá bara blá blikkar til ljós á bryggjunni þegar hann kom í land. Drónar yfir trillum á sömrin. Já, okkur finnst þetta skrítið, sko, þannig maður með úthald, sko, á Kópaskeri, það sem ekki burðugt atvinnuleik kannski, og hann að gera þetta út, en nú má hann bara fá einhvern hluta því sem hann fekk áður og hann hlýðir ekki, og þá bara löggan kom inn með blá ljós og tekin af henni skýrsla og stungi í steinin. En það er bara út að sækja netin sko, eins og ég segi, þetta kerfi sem við búum við núna, höfum búið við, það er sko langt í frá gallarlaust, alveg langt í frá, en sko þess vegna held ég að það þú svolítið að verja kerfið samt. Já, ég að segja sko, tökum okkur kannski meira en 3 vikur til að gera grundvallar breytingar á því. Og nú segi ég aftur, ég sko, ég viðurkenni það bara persónulega að ég óttast svolítið sömu afleiðingar á 2013 þegar að menn heldu voru bara í góðri trúum það að þeir væru að koma í veg fyrir samþjöppun, að þeir væru að láta þá sem veri burðugastir bera mestan kostnað eða þess að greiða hæstu gjöldin og þetta var þannig sett upp eins og ég segi 10 fyrirtæki sem greiða 75% á bæðinni en það duði ekki til sjáðu þannig að það er svona það sem ég svona aðeins hræðist. Ég eins og alveg sammála þessu fyrirgjöðu Oddný mín, ég alveg sammála þessu elementi milliverðlagningu og allt þetta, ég alveg sammála því Það er skelfileg. Oddný? Nú bara glemdi ég hvað ég ætla að segja. Þegar hann sagði Oddný mín, þá var ég bara stilt upp. Nei, býtum við hvað. Já, en það er þannig að sko, það er ástæða fyrir því að við erum með kvótaþak í lögum. Sem þessi 12% eru. Og það er líka ástæði fyrir því að við erum með afslátt af veiðigjaldi fyrir litlar og meðalstóðar útgerðir. Og í þessu frumvarpi sem ég er búin að lesa og prentaði út af samráðsgáttunni, þetta er mjög skýrt og ágætar greiningar sem ég hvet hlustendur til þess að og áhorfundur til að lesa og kynna sér. Að þá er gert ráð fyrir 50% afslætti á veiðigjaldi upp á 10 milljónum og svo 30 borgar ekki meira en 30% upp á 20 milljónum. Þetta er milljóni núna. Þannig að það stendur reyndar í greinagerðinni að það þurfi að máta þetta á fleiri útgerðir en búið að gera og það gæti verið að við myndum hnika þessu frítekjumarki eitthvað til. Þannig að það er í rauninni verið að leggja þyngstu byrðarnar á þá sem að geta borið þær. Ég heyrði hérna í Guðmundi Kristjánssoni, ég held í Hálftíðsfréttum, fórstjóra í Brimi. Hann fann þessu náttúrulega ýmislegt til foráttu. Já, hann grét mikið. Já, hann kann það alveg, en samt ber hann svolítið vel, ég þekki Guðmund, þetta er skemmtilegu maður. En hann var að tala að sko, hann hafði borgað 500 milljónir, eða Brim, 500 milljónir í veiðigjöld fyrra, sem farið þá upp í 1000 milljónir núna, svona cirka vott, sko. Þannig að hann fannst það svona svolítið stórt stökk. En hvað er mikið eftir hjá honum? Alveg hellingur. Já, það ekki. Jú, það er alveg fullandi hagnaður. Ég ætlaði að vinna, það er mjög góður hagnaður að Brimi, vel er ekki fyrirtæki. Þá kemur spurningir, sko, eigum við að refsa fólki fyrir það. Ég hlakka til þess að við tökum annan þátt hagnaðinn í versluninni. Vegna þess að við erum með kerfi í versluninni hérna á Íslandi. Að því við vorum að tala um það að loka kerfið að kemst ekki nýliði að hver kemst að í smásöluverslun á Íslandi sem er með 90% á hendi 3 fyrirtækja og það er verið að birta afkomutölur hjá þessum fyrirtækjum ársfjórðungslega og ég man ekki hvað til dæmis Festi sem er rekur krónuna
hagnaðust marga milljarða núna á síðasta ársfjórðungi. Sko, ef að menn að leita peningum í ríkissjóð, sem að mér sýnist ekki vera í þessu frumvarpi, heldur sé að þessu ég segi prinsip og svona með dassi af populisma. Ef að menn vilja sko leita peningum í ríkissjóð, þá var einu sinni sagt að það væri 80 milljarðar cirka á floti hagkerfinu af þegar álögðum sköttum eða vegna skattasniðgöngu. Og ég náttúrulega talsmaður flokks sem hefur aldrei lagt til hækkun skatta. Og við erum ekki hrifnir af háum sköttum. Ég hins vegar mjög ákafur, ég gamall innheimtumaður ríkissjóðs meðal annars, og ég mjög áfjáður í það að fólk og fyrirtæki greiði álagða skatta. Og skattrannsóknir og skatteftirlit á Íslandi náttúrulega í tötrum. Því miður. Og samkeppniseftirlitið líka. Þess vegna eru þessi 3 fyrirtæki. Þetta fjársvelta stofnanir. Já, og ráða markaðnum á Íslandi. Og ekki beilinnis fjársvelta. Maður hefur valla efna á því að kaupa sér í matinn orðið. Já, það verðlega. Eftirlitsaðilarnir eru... Nei, sko, samkeppniseftirlitið, það eru fækka starfsmennu þar, og þeir eru með 1 eða 2 menn sem geta farið í frumkvæðisathuganir. Það er Páll Gunnar Pálsson, hann hefur sagt þetta, að þeir hafa ekki mátt til að fara í frumkvæðisrannsóknir, og þeir eru kvarta yfir okkur einast ári og fá aldrei áheyrn. En hitt annað, verðlagi hérna, þú ferðar svo mikið, ekki, verðlagi hérna hefur... Og ég svolítið á Alicante í borginni þar. Og það allt annað verðalag, sko. Allt annað. Og reyndar það sem að Spánverjar gerðu þegar eftir að stríðið í Úkraínu byrjaði, að þá bara tóku þeir skatta af nauðsynni á vörum. Egg, salt og ýmislegt. En núna það komið aftur, þannig að verðið hefur hækkað aðeins. En þetta maður fær bara alltaf sjokk í fyrstu búðaferðinni hérna. Já, þú kemur heim. Já, við þekkjum þetta öll. En mér finnst líka varðandi ráðandi svona fyrirtæki eða, ráðandi öfl sem líka búið að gerast núna, að það mér finnst mjög miður að Janus endurhæfing sé að loka og Virk með svona ráðandi mjög ráðandi ríkjandi á markaðnum, ef maður segir nota það orð. Og mér finnst vont þegar það einhverju ef það eru verða svona stór fyrirtæki sem einhvern veginn gleypa hina sem minna eru. Mér finnst slæmt að Janus ítaði múti kuldar svolítið. Mér finnst það bara, svo það sé sagt. Já, en það búin að vera einhver umræð það er bara... En verðlagið, ég svolítið hrifinn af því. Nei, ekki hvað hátt heldur. Þetta umræð efni. Þetta hérna að það bara einn plastpoki, bara 10 skall. Já, nú er þú náttúrulega búin að búa þarna niður frá, ekki satt? Nú er þú náttúrulega búin að búa niður á Spáni, ekki satt? Jú. Þannig að þú hefur lengri reynsla af þessu. Nei, ég var 2 vetur þarna, já. Okay. En það var mikill munur, já. Og náttúrulega mikill munur á launum líka og já, það er þannig. Ég hins vegar gerir minn samanburði yfirleitt þannig að ég á fjölskyldu í Danmörku, þannig ég fer þangað 23 ári og gerir minn samanburð þar. Og hann virkilega sláandi, en hann ekki bara í matvöru. Nei. Alla græjur sem ég kaupi í eldhúsið mitt, og þá ég að tala um eitthvað sem maður getur borið með sér, eru keyptar í Danmörku eða í Ameríku. Og bara einn eldhúsnýfur í Danmörku kostar 3, og ég að tala um góðan eldhúsnýf, hann kostar 3 af því sem hann kostar hér. Og ekki það út af landbúnaði eða einhver öðru sjáði, sem menn benda alltaf á þegar við tölum um hátt vöruverð. En beriði líka bara saman vörur svo bara þvottalög, þú veist, af því að hér á Íslandi eru engir tollar af matvöru nema þessi tollar sem eru á landbúnaðarvörunum, sem eru náttúrulega gagnkvæmir því þeir eru líka í Evrópusambandinu, en bara póki af hrísgrjónum, þú veist, hér á í Danmörku
Það kannski eitthvað sem við ættum að skoða því að Jú, auðvitað átt að bæði við mat og aðrar vörur Akkurat. og húsnæði, tala nú ekki um það, leigu. Þar kemur Og eftirlaunin, ég veit alveg hvað það er lág upphæð og við kannski fleiri hérna, að ég skil ekki hvernig fólk sem er komin á eftirlaun og eru á leigumarkanum, hvernig þau bara ná að lifa af. Ég bara skil það ekki. Samála. Þetta fólk er margbúið að tala um það, Ég bara bara skil gengur það ekki upp. Það gengur ekki. Nei. Þetta er skömm. En ég vil spyrja hvernig, eru hærri skattar alltaf vondir? Ef að við erum stórskuldu þjóð, innviðirnir allir að hrynja hérna og það vantar peninga, þá hærri skattar alltaf vondir? Nei. Fyrir eftir því hvað eru peningarnir eru sett. Eða ekki. Og hverjir eru skatlaðir? Já, hverjir eru skatlaðir. Og hverjir eru ekki skatlaðir. Já, svo Nei, það. og hverjir eru ekki skatlaðir. Þannig að það verður líka verið réttlæti í því, sko. Já. En við þurfum að afla tekna. Já, ég ef sé við ætlum að reka gott samfélag. Já, það er sko... Þannig er það, sko. Ríkið Ísland er vanfjármagna. Er það ekki? En það breytir ekki því að við höfum það betra hérna. Já. Jafnvel þó ég sko kom alltaf hérna þunglindur heim úr búðinni þess að ég er búin að kaupa í matinn. Við höfum það betra hérna en víðast hvar annars staðar. Já. Lifistandard hér er mjög hár. Og fólk hefur það gegnum sneitt. Já. Mjög gott, það eru hópar, fullorðið fólk til dæmis sem hefur það ekkert sérstaklega gott. Nei. Þannig að þá að vera viðránlegt að laga þetta. Já, velferðin á að beinast á þeim sem þarf á henni að halda. Við eigum að hérna gefa eftir getu og þykja eftir þörfum. Það ætti að vera mottóið, sko. Já. En sko það að svona auðlinda drifið hagkerfi eins og er hér á Íslandi, það er einhvern veginn, sko við eigum fullt af auðlindum. En við bara kunnum ekki að afla tekna af þeim og við eigum að byrja þar, sko. Þess vegna er ég ánægð með þetta skref sem að ríkisstjórnin er að taka. Það eru nokkrir kallar sem kunna alveg að afla tekna af þeim, en þeir vil ekki hleypa okkur í peningin. Nei, þeir vil náttúrulega fá að fénýta auðlindina. En að því við sögðum húsnæði á þann og það er endar, sko, ég er endar skil ekki að svo umræða hér skuli ekki vera háværari heldur hún er. Vegna þess að, kannski vegna þess að ég er að þvælast í Danmörku 3 ári, þá fæ ég inn á neti til mín sem að náttúrulega njóstar alls staðar, auglýsingar fasteignir í Danmörku. Já. Og undanfarandi, sko, mín fjölskylda, danska fjölskylda býr í Álaborg. Þannig að ég veit cirka hvernig verðið er þar. Þar getur þú keypt til dæmis svona 180 fermetra einbýlishús á einni hæð fyrir 50 til 60 milljónir. Sem er eins og 2 herbergi íbúð í Vesturbænum, reyndar sem er aðeins hærri. Og það sem er kannski hérna núna, ég held að við þurfum að taka þetta kerfi alveg, sko, niður fyrir grunn, vegna þess að það verður til orðið norm núna ef þú kaupir íbúð í Reykjavík svona af 100 fermetra stærð eða eitthvað slíkt, þá eru fyrstu 40 milljónundar sem þú borgar, það er lóðin. Og þetta er svo mikið geggjun og þetta er vegna þess að til dæmis eins og í Reykjavík menn hafa bara afsalað sér skipulagsvaldi til hérna fjárfesta og byggingaraðila og hérna hvaða íbúðir eru í boði hérna. Af því ég býð út á Nesi, þá keyri ég fram hjá þessu á hverjum degi. Það er það sem er verið að byggja á Héðinsreitnum, Steindórsreitnum, inn við Glæsibæ. Það skiptir ekki máli hvar þú rekur niður. Þetta er allt saman íbúðir sem kosta svona verð frá 75 fyrir 2 herbergi íbúð sem er kannski 60 fermetrar upp í einhverjar 100 miljóna sem menn fatt ekki. Og hvað er þetta í för með sér? Til dæmis eins og niður í Borgartúni veit ég að þar eru kannski hálfar blokkir í Airbnb. Já, nú erum við að taka á því.
Það er verið að taka Ríkisstjórnin ætlar að gera það. Það er bara Airbnb. Maður á eftir að sjá það. Já. En þeir segja þetta. Það sem bara á lögheimilinu, það er ekki. Það verður að taka þessu Ég trúi því alveg að þau takja það. Ég barðist fyrir 6 ára þegar ég voru á þinginu. Fyrir mjög döðum meirum. Já, það var ekki rétt ríkisstjórn við völd. Og hérna, það var náttúrulega sama borgarstjórnin og ég sagði býttu, akkur hafið þið ekki í grunninn, akkur hafa bara búið að skipta hérna, þú veist, en hérna, akkur hafið þið ekki eftirlit með þessu, sagði ég við einhvern í borgarstjórninni, af því að þið vitið að fasteignagjöld, sko, af atvinnurrekstri eru allt önnur heldur en á heimili og hérna, einhver borgarfulltrúi sagði mig þá, þetta eru bara tillingaskítur. Kom reyndar í ljós seinna að viðkomandi tók þátt í að leigja Airbnb, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að það allir áhugaleysinu. Nú sé ég manneskinu fyrir mér. En aftur á móti fyrir austan fjall veit ég að sveitarstjórinn sko ógum Selfoss þá og hérna aðeins upp í Grafning til þess að fylgjast með hvort það væri ekki örugglega sko eins og maður segir hefðbundin búseta. Ef ekki, þá sendum menn bara reikning. Fyrir hverju? Fyrir hærri fasteignagjöldum. Já. Og létu eigendur fasteignanna, ég er ekki endilega að mæla með þessu, og létu þá eigendur fasteignanna færa sönnur á það að þetta væri ekki til útlegu í atvinnuskyni. Ég myndi ekki mæla með því í Reykjavík, sko. Hversun ekki? Það er svolítið erfitt. Það er svolítið erfitt. Þegar maður heyrir að einn og sami aðilin sem er 50 íbúðir í útlegu á Airbnb, þá hrekkum maður við. Já, og þá fara að taka á því, að mér skilst. Já. 50 íbúð? Já. Bara heilu blokkinu. Á sínu tíma man ég eftir ég laði til Hvaða græði gerði að eftirlitið með þessu er í höndu lögreglunar. Lögreglunar? Já, alveg svo með grásleppu við hérna. Já, ég hef búin að tala um það. Ég hef búin að tala um það við félaga mína í löggunni, gömlu, að hérna hvort þið getur bara ekki tekið þetta á eftirlitsakstri, á patróli. Og banka á 3-4 hurðir og spyrja, ertu með leyfi? Ef ekki, sekt 50 skall, skráðu þið núna. Það er bara yfirborðið. Það sem er undir, miklu alvarlegra, þeir sem eru kannski að leigja svona, þeir hafa ekki fæðið í gegnum hérna tekja á eldvarnartillitinu, til dæmis. Það er alvarlegi hluturinn. Fyrir utan að skattundar skotin. Við erum nú með ömulega verbúður hér og þar fyrir ellin. Já, ég kom inn í svolítið, það er alveg hrikalegt, sko. Ég hef búið í Afríku, þetta er verra en þar. En nú er það sem þú varst að segja að með hérna brunavörn og allt þetta, að það sem að, sko, ég hef verið með og er með Airbnb íbúð 3 mánuði ári heima hjá mér og hérna fórum í gegnum þetta allt, erum svo svakalega heiðarlega eitthvað, fórum í gegnum allt ferlið og það er sem sagt maður þarf að hafa miklu meira öryggi í Airbnb íbúð, 2 flóttaleiðir og allt það. En svo ef ég er alltaf að leigja ykkur allt árið, þá skiptir það engum. Þá má ég hátta eins og ég vil. Aldrei tekka á því. Aldrei tekka, ekki beð það eins. Nei. Þetta skil ég ekki. Það er ekki sama öryggi fyrir þann sem er 1 nótt og þann sem er í 1 ár. Já, það eru sko, þau tala ekki saman þessi 2 puttar, sko. Nei, hljóðamynd. Við erum búin að sitja inn í 60 mínútur. Já. Ég var bæta öðru í sögun. Nei, ég er bara setna. Ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Þorsteinn, Oddný, Ómar og Guðrún Alda. Takk fyrir. Takk fyrir þessum leiðis. Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.